Já, góðir áheyrendur. Það ber vel á því að rætt sé íslenskun og stöðu hennar þegar aldarafmælis fullveldisins minnst. Allt frá upphafi frelsisbaráttu Íslendinga á 19. öld var áhersla lögð á tungumál og mikilvægi þess fyrir íslenskt þjóðerni og þjóðarvitund. Land, þjóð og tunga hefur lengi verið órjúmæleg þrenning í huga margra Íslendinga. Sérstakt tungumál var frumforsenda þess að Íslendinga litu á sig sem sérstaka þjóð og fóru að krefjast sjálfstæðis á 19. öldinni. Við í Evrópu voru þjóðríki í nútíma skilningi að verða til á 19. öld og þá lentu iðulega innan sama ríkis hópar og þjóðarbrot sem töluðu mismunandi tungumál. Til að tryggja einingu ríkisins lögðu stjórnvöld oft áherslu á eitt ríkismál og bönnuðu jafnvel notkun annarra tungumála. En afstaða danskra stjórnvalda var gerólík. Þau virðast aldrei hafa gert miklar tilraunir til að þröngva dönsku upp á Íslendinga. Öfugt við marga aðra minnihlutahópa innan ríkja þurftu Íslendingar ekki að berjast sérstaklega fyrir því að fá að nota móðurmál sitt á flestum sviðum. Íslenskan var hins vegar sameiningartákn, réttlæting Íslendinga fyrir sérstöðu sinni og ekki síst notuð til að leiða þeim sjálfum fyrir sjónir hver sú sérstæða væri. Víða í Evrópu var tungan vígvöllur baráttunnar, á Íslandi var hún vopnið. Þegar farið var að ræða fullveldi og sjálfstæði Íslands í upphafi 20. aldar var tungan enn mikilvæg röksemd. Það má til dæmis sjá í greinargerð íslensku fulltrúana í sambandslaganefndinni 1918 þar sem segir, tilvitnun: Íslenska þjóðin hefur ein allra germanska þjóða varðveitt hina fornu tungu öll Norðurlönd gekk fyrir 900 til 1000 árum, svo lítið breytta að hver íslenskur maður skilur enn í dag og getur hagnýtt sér til hlítar bókmenntafjársjóði hinnar fornu menningar og annarra Norðurlandaþjóða. Með tungunni hefur sérstakt þjóðerni, sérstakir siðir og sérstök menning varðveist. Og með tungunni hefur einnig meðvitundin sérstöðu landsins gagnvart frændþjóðum vorum ávallt lifað með þjóðinni. Þessi atriði, sérstök tunga og sérstök menning, teljum við skapa á sögulegan og eðlilegan rétt til fullkomins sjálfstæðis. Tilvitnun lýkur. Þegar Ísland fikk fullveldi fyrir 100 árum má segja að hlutverki íslenskunnar í sjálfstæðisbaráttunni hafi lokið og þó. Það nefnilega til annars konar fullveldi en það stjórnarfarslega fullveldi sem við öðluðumst fyrir einni öld. Það menningarlegt fullveldi sem virðist fyrst nefnt á prenti í grein sem birtist í fréttablaðinu Skildi í Vestmannaeyjum á 5 ára afmæli fullveldisins 1. desember 1923, en þar segir, tilvitnun: Mörg þjóð hefur orðið að fórna blóði sína bestu svona til þess að öðlast stjórnarfarslegt fullveldi. Svo mikils virði hefur það verið þeim. Þó andlegt menningarlegt fullveldi engum minna virði. Tilvitnun lýkur. Menningarlegt fullveldi vandmeðfarið hugtak vegna þess að skilgreining þessi ekki skýr, en óskýrar jafnvel en skilgreining stjórnarfallis fullveldis sem þó nógu óljós. Það þó ljóst að flestir sem nota hugtakið telja tungumálið grunnþátt og forsendu menningarlegs fullveldis eins og kom meðal annars skýrt fram í umræðum Kanasjónvarpið svokallað á fyrri hluta 7. áratug síðustu aldar. Í bæklingnum Íslensk menningarhelgi sem Þórhallur Vilmundarson prófessor samdi 1964 leggur hann áherslu á nauðsyn þess, tilvitnun, að standa trúan vörð tungu okkar og önnur arftekin þjóðarverðmæti sem greina okkur frá öðrum þjóðum og ein veita okkur sjálfstætt, jákvætt gildi í samfélagi þjóðina, tilvitnun lýkur, og gæta þannig íslenskrar menningarhelgi, tilvitnun: Íslensk tunga og þjóðleg menningarverðmæti eru einangrunarfyrirbæri í þeim skilningi að þau væru ekki til ef þjóðin hefði ekki fengið að lifa lífi sínu í þessu landi án þess að verða fyrir of stríðum erlendum áhrifum, segir Þórhallur. Tungumálið skapar sérstakan menningarheim sem bæði bægir frá áhrifum annarra menningarheima og torveldar aðgang okkar að öðrum menningarheimum. En á síðustu árum hafa vissulega orðið gífurlegar þjóðfélagsbreytingar sem gætu stuðlað að því að rýra menningarlegt fullveldi landsins. Þau áhrif koma í gegnum þá menningu og menningarheima sem fólk kemst nú í nánari snertingu við en áður, en áhrifin á tungumálið gætu þó reynst afdrifaríkust. Eins og áður segir skilgreiningin á menningarlegu fullveldi ekki á hreinu og því erfitt að segja hvenar og hvernig það gæti glatast, þó svo færi að Íslendingar legðu íslensku af eða hún yrði ekki notafin á afmörkuðum sviðum, þarf það ekki að leiða sjálfkrafa til þess að menningarlegt fullveldi glatist. Ég geri til dæmis ráð fyrir því að Írar telji sig menningarlega fullvalda þjóð þótt flestir þeirra noti ensku í öllu daglegu lífi. Vitanlega felst menningarlegt fullveldi ekki í einangrunarstefnu og það út af fyrir sig ekki sjálfgefið að það dragi úr menningarstarfsemi og nýsköpun á sviði menningar þótt hér væri töluð enska í stað íslensku. En íslensk menning á ensku yrði síður aðgreind frá menningu annarra þjóða
Og vegna þess hver samfélagið fámennt hætta á að það aðalega þiggjandi á sviði menningar ef þeirri vörn sem tungumálið veitir yrði kippt á brott. Það nefnilega hreint ekki sjálfgefið að 340.000 manna þjóð eigi sér sjálfstætt tungumál sem sé notað á öllum sviðum þjóðlífsins. Og ýmislegt bendir til þess að ýmsar samfélags- og tæknibreytingar síðustu 5-10 ára valdi því að íslenskan gæti átt undir högg að sækja á næstu árum. Við því þarf að bregðast ekki síst af hálfu háskólans. Því þrátt fyrir alþjóðavæðingu og tækniframfarir íslenskan enn óendanlega mikilvæg fyrir íslenskt samfélag og fyrir einstaklingarna sem eiga hana að móðurmáli. Fyrir því eru fleiri ástæður en við áttum okkur kannski á í fljótu bragði. Í sérhverju tungumáli felast menningarverðmæti. Sérhvert tungumál einstakt á einhvern hátt, orðaforði þess, setningagerð og hljóðkerfi eru frábrugðin öllum öðrum tungumálum, merkingablæbrigðin sem það getur tjáð geyma reynslu kynslóðanna og eru önnur en í öðrum málum. Tungumál sem deyr að eilífu glatað, þótt við höfum það miklar ritheimildir og upptökur sem sjaldnast og slík gögn eru reyndar forgengileg eins og sannaðist átakanlega í Brasilíu fyrir fáum dögum, þá verður það aldrei endurvakið í sömu mynd því tungumál lærist ekki til hlítar nema berast frá manni til manns, frá foreldrum til barna. Sérhvert tungumál líka merkilegt og einstakt frá fræðilegu sjónarmiði, vegna þess að það getur hjálpað okkur að komast að einhverju eðli mannlegs máls. Íslenska til dæmis viðfangsefni fræðimanna víðum heim og dæmi úr íslensku eru notuð í kennslu í miklum fjölda erlendra háskóla. Ástæðan ekki síst sú að íslenska náskyld ensku og líka hennar margan hátt, þannig að auðvelt að bera málin saman og láta sérkenni íslenskunar í beygingum og setningagerð varpa ljósi á eðli mismunandi málanna og ýmis fyrirbæri í þeim. Íslenskan líka tenging okkar við sögu og menningu þjóðarinnar fyrir á tímum. Við njótum þeirra forréttinda umfram flestar aðra þjóðir að geta tiltölulega auðveldlega lesið texta allar götur frá upphafi ritaldar fyrir 900 árum án þess að þeir séu þýddir á nútímamál. Ef íslenskan breytist mjög mikið eða hættir að vera lifandi tungumál, missum ekki bara bein tengsl við Völuspá og Njálu, heldur líka við íslenskan aðal og íslensklukkuna, engla alheimsins og kaldaljós og meiri segja Arnald og Yrsu. Og þar með væri hið margrómaða samhengi í íslenskum bókmenntum og menningu rokið út í veður og vind. Vitanlega íslenskan ekki síður félagslegt fyrirbæri, langsamlega mikilvægasta samskiptatæki okkar við annað fólk. Þess vegna má hún ekki staðna, heldur þarf að vera lifandi og laga sig að þörfum samfélagsins á hverjum tíma. Hún verður að þola tilbrigði í framburði, beygingum og setningagerð og að ný orð komin í málið og gömul orð fái nýja merkingu. Hún má ekki verða einkaeign ákveðinna hópa og þá má ekki nota hann og tilbrigði í beitingu hennar til að mismuna fólki eða flokka það á nokkurn hátt. Tilvitnun: Sannmenntaður maður elskar þjóðerni sitt og tungu en hann miklast ekki á þjóðerni sínu, fyrirlítur ekki aðra þjóðir né þykist upp yfir þær hafin. Tilvitnun lýkur, sagði Björn M. Olsen rektor í ræðu sinni við stofnun Háskólans 1911. En síðast en ekki síst íslenskan útrás fyrir tilfinningar okkar, ást og gleði, hatur og reiði, sorg og hryggð, vonir og þrár, en líka tæki okkar til sköpunar, miðlunar og frjórar hugsunar. Tungumál sem við tilengum okkur á máltökuskeiði, móðumál okkar, hluti af okkur sjálfum, einkaeign okkar, jafnframt því að vera sameign alls málsamfélagsins og í vissum skilningi alls mannkins. Þetta hljómar eins og þversögn og þversögn. Það ekki einfalt að umgangast málið þannig að öll þessi hlutverk þess séu höfð í heiðri. Það samt það sem við þurfum að reyna að gera og það byggist á umburðarlyndi, virðingu og tillitssemi. Við þurfum að nota tungumálið þannig að það misbjóði engum. Það má ekki vera þannig að einhverjum hópum í samfélaginu finnist íslenskan ekki gera ráð fyrir sér og það má ekki heldur vera þannig að einhverjum finnist gert lítið úr því máli og þeirri málnotkun sem þau eru alin upp við. Það því ekki ástæðulausu að Háskóli Íslands, helsta vísinda- og menntastofnun landsins, hefur sett sér málstefnu þar sem lögð áhersla á íslenska sem sjálfgefið talmál og ritmál skólans í kennslu, rannsóknum og stjórnsýslu og sérstaka ástæðu þurfi til að bregða út frá því. Og fullyrða má að Háskólinn hafi allt frá upphafi gegnt lykilhlutverki í því að viðhalda menningarlegu fullveldi Íslands. Eina nýja deildin sem var til leið á Háskólinn var heimspekideild, eina deildin sem hafði ekki það hlutverk að mennta embættismenn heldur áttu íslensk fræði, rannsóknir á íslenskri tungu, bókmenntum og sögu að vera í öndvegi. Háskólinn eina menntastofnun landsins þar sem íslenska kennd sem sérstök grein allt til æðstu prófgráðu og hann hefur því sérstakar skyldur við íslenskuna. Ein meginbreytingi við það að æðri menntun fluttist inn í landið með stofnun Háskólans var sú að kennslan fór fram á íslensku þótt vissulega hafi meginhluti lesefnis í mörgum deildum skólans lengi verið á erlendum málum. Þetta hefur skipt miklu máli fyrir íslenskuna því margir kennarar skólans hafa verið brautryðjendur í að ritum fræði sín á íslensku.
Ef þeir hefðu ekki átt kost á akademísku starfi á Íslandi óvíst og raunar ólíklegt að margir þeirra hefðu lagt slík skrif fyrir sig. Það hefði geta haft þau áhrif að ýmis fræðasvið lægi óbætt hjá garði og ekki væri til vísindarit, fræðsluefni fyrir almenning eða kennsluefni á íslensku á þeim sviðum. Staða íslenskunnar innan háskólans hefur óneitanlega breyst talsvert á síðustu árum og námskeiðum sem kennd á ensku hefur smátt og smátt farið fjölgandi. Það óhjákvæmilegur fylgifiskur eðlilegrar og nauðsynlegrar þátttöku skólans í alþjóðlegu háskólastarfi. Erlendum stúdentum hefur fjölgað mikið, bæði skiptinum og þeim sem stefna á gráðu frá skólanum og síðustu árum hefur erlendum kennurum einnig fjölgað. Það líka þáttur í akademískri þjálfun stúdenta að gera þeim kleift að fjalla viðfangsefni sín á alþjóðlegu fræðimáli sem enska en ekki íslenska, hvort sem okkur líkar betur eða verð. Þessi þróun má hins vegar ekki leiða til þess að heilu greinarnar verði eingöngu kenndar á ensku. Eitt meginhlutverk háskólans að þjóna íslensku samfélagi, stuðla að miðlun þekkingar og færni til nemenda og samfélagsins alls, eins og segir í lögum háskóla. Og raunar held ég að færa megi röka því að skólinn leiki stærra hlutverk í samfélagi sínu en nokkur annar háskóli í heiminum. Í fyrst ræðu sinni við stofnun skólans tók Björn M. Olsen fram að auk þeirra megin hlutverka að vera vísindaleg rannsóknarstofnun og vísindaleg fræðslustofnun þyrfti skólinn tilvitnun að veita mönnum þá undirbúningsmenntun sem þeim nauðsynleg til þess að þeir geti tekist á hendur ýmis embætti eða sýslanir í þjóðfélaginu, tilvitnun lýkur, út allt land og öllum sviðum þjóðlífsins. Það grundvallaratriði að þetta fólk geti talað fræði sín og viðfangsefni við almenning á máli sem fólk skilur. Það getur reynst þrautin þyngri ef fólk hefur ekki fengið neina æfingu í því í námi sínu vegna þess að allt lesefni og öll kennsla hafi verið á ensku. Jarðvísindafólk við háskólann og Veðurstofuna eru tíðir gestir í fjölmiðlum til að tala hugsanleg eldgos í Öræfajökli, Kötlu og víðar og þetta fólk fer einnig austur í Öræfasveit og undir Eyjafjöll til að ræða við heimafólk og útskýra stöðuna. Ég veit alveg hvað sigketill og kvikuhólf og sprengigoss og jökulhlaup. Ég veit alveg hvað sigketill og kvikuhólf og sprengigoss og jökulhlaup og ég ekki í vafa að Öræfingar og Eyfellingar veit það líka, en ég hef ekki hugmynd hvað neitt af þessu á ensku. Þannig að það eins gott að Magnús Tumi og Páll Einarsson og Kristín á Veðurstofunni og öll hinn ekki í neinum vandræðum með að útskýra stöðuna með hjálp þessara orða og margra fleiri íslenskra íðorða sem við þekkjum öll. En ef öll jarðvísindakennsla við háskólann færi fram á ensku ekkert víst að þau hefðu þessi orð á valdi sínu. Og það ekki eins og víst að sum orðin verið til vegna þess að fjöldi kennara við háskólann hefur unnið mikið starf við íslenska orðaforða fræðigreina sína. Þannig gera þau fræðifólki á sínu sviði kleift að tala fræði sína á íslensku, ekki bara þeim sem hafa lært við skólann, heldur líka þeim sem hafa numið sín fræði erlendis. Þetta gott dæmi mikilvægi þess að háskólinn leggi rækt við íslenskuna, leggi sitt að mörkum til þess að hún sé nothæf og notuð á öllum sviðum, svo vitna sig í íslenska málstefnu og málstefnu háskólans. En til að íslenska lifi og geti þjónað margslungnu hlutverki sínu ókomin ár nauðsynlegt að efla hann og styrkja og þá var aftur komið að fullveldisafmælinu og hlutverki háskólans í varðveislu menningarlegs fullveldis. Fyrir 2 árum samþykkti Alþingi þingsályktun hvernig minnast skuli aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis Íslands. Þar ríkisstjórninni meðal annars falið að undirbúa ályktunartillögu uppbyggingu innviða fyrir máltækni fyrir íslenska tungu og 5 ára áætlun það efni. Í sáttmála núverandi ríkisstjórnar segir fjármögnun verður aðgerðaáætlun máltækni þannig að íslensk tunga verði gjaldgeng í stafrænum heim. Fyrir tæpum mánuði undirritaði mennta- og menningarmálaráðherra samning við sjálfseignarstofnunina Almannaróm að verða miðstöð íslenska máltækni og sjá framkvæmd aðgerðaáætlunar í máltækni næstu 5 ár. Að Almannarómi stendur bæði fylking rannsóknarstofnana og hagsmunaaðila, Háskóli Íslands og Háskóli Reykjavík, Árnastofnun, Samtök atvinnulífsins og ýmis fyrirtæki í upplýsingatækni og fleiri greinum, Öryrkjabandalagið, Blindrafélagið og fleiri. Það viðurkennt með fræðimanna að viðhorf málnotenda til móðurmáls síns, ekki síst viðhorf ungu kynslóðarinnar, sé það sem skiptir mestu framtíðarhorfur málsins. Það ýmsar vísbendingar að ungir Íslendingar líti ekki á tungumálið sem jafn mikilvægan þátt í sjálfsmynd sinni og þau sem eldri eru og hafi ekki jafn jákvætt viðhorf til málsins. Ungt fólk nú á dögum vill geta lært, búið og starfað erlendis og veit að íslenskan gagnast til lítið utan Íslands. Ef ekki verður heldur hægt að nota málið allstaðar á Íslandi og jafnvel ekki nú á heimilinu í samskiptum við stafræna aðstoðamenn og önnur
Með aðgerðaáætlun í máltækni stigið stórt skref til að tryggja að við getum notað íslenskuna áfram, ekki bara í öllum þeim mikilvægu hlutverkum sem ég taldi upp áðan, heldur einnig í samskiptum okkar við tölvur og hvers kyns tölvustýrð tæki í þeim stafræna heimi gervigreindar sem við erum á hraðri leið inn. Það ein helsta forsenda fyrir því að börnin okkar og barnabörnin geti og vilji nota íslensku áfram. Þetta má ekki vera einkamál greina eins og íslensku og tölvunarfræði, heldur verður að vera samvinnuverkefni allra fræðasviða, því tungumálið varðar okkur öll og hluti af okkur öllum. Það mikilvægasta fullveldismálið að við getum áfram notað íslensku á öllum sviðum og þar verður Háskóli Íslands að vera í forystu. Takk.